Komið sælir og blessaðir, kæru sportdrekar. Þá lesturinn fyrir ykkur að hefjast. Ég vona að við haft það gott í sumar. Það sem af sumri, allavega. Ekki alveg búið það. Og rétt áður en við byrjum, til að sýna ykkur hefti sem ég var að útbúa fyrir þau ykkar sem eigi tarotspil. Og ef ykkur vantar greinakóðar í íslenskar leiðbeiningar og spilunum ykkar, þá var ég með námskeið þar sem að ég var búin að sanga mér alls konar upplýsingum og hvað búið bara til svona hefti til að gefa út. Og hérna, ef þið hafið áhuga, þá getið þið fundið mig á Facebook, miðlun og heilun og sendt mér bara skilaboð í Messenger. Ef þið viljið kaupa svona hefti ef ykkur vantar þetta. Ok. Takk fyrir það. Sportdreki minn góður. Ég ætla að byrja á því að draga fyrir þig þemaspil fyrir þessa daga sem eftir eru af ágústmánuði. Skulum sjá hvað kemur fyrir ykkur. Ok. Detachment, sem á íslensku myndi útleggjast að sleppa eða losa sig undan einhverju. Með því að sleppa verður loksins heil eða heillað innan án þess að vera að reyna að uppfylla einhverja þörf eða þrá. Og það er oft þá nefnilega sem að þú færð óskir þínar uppfylltar þegar þú sleppir. Ok, þetta er bara gamla góða hérna að æðruleysi, sleppa tökum, leyfa almættinu að komast að og fagna síðan útkomunni hver sem hún verður. Fallegt spil. Ég veit ekki hvort þetta er hrafn eða kráka. Allavega sterkur karakter þessi fugl. Og ég ætla að setja spilið ykkar þemaspilið hér, þannig að þið getið séð það. Svo höldum við áfram að taka spil. Þannig að framundan hjá ykkur er þetta verkefni að sleppa, losa ykkur undan böndum ef að þið eru fjötruð af einhvers konar efnislegum þörfum kannski, eða fjötruð við manneskju, staði, tilfinningar. Það er ýmislegt sem getur fjötrað mann. Ég tók vitlausan stokk, ætla aðeins að geyma þennan. Ætla að byrja á þessum. Ég er eitthvað utaði mig núna. Pínu utaði mig núna. Fyrsta sinn. Látum okkur sjá, kæru sportdrekar. Það var þessi stokkur sem þið áttu að fá. Ok. Það er stundaklassið að leyfa hlutunum að gerast á þeirra eigin hraða, sýna þolinmæði er það sem er framundan í ágúst og inn í haustið, og vera ekki óþolinmóð þó að hlutirnir gerist ekki mjög hratt. Þetta getur líka verið svona tilvísun í fortíðina eða það sem á undan er gengið. Og leið og ég segi það, þá sé ég að þetta spil er
framtíðin. Þannig að hlutir sem að hafa gerst eða að gerast núna hægt og hljótt eitthvað sem á síðan eftir að skila sér inn í framtíðina. Og spilið sem hérna á milli sama spil og einhver annar fékk. Þetta spil sem heitir Check-up á enskunni, sem að bendir manni á að athuga málin, skoða mann sjálfan hvar maður staddur, í hvaða kringumstæðum maður hvort það sé eitthvað sem maður geti gert betur, hvernig líður mér í þessari stöðu sem ég í núna, líður mér nógu vel, eitthvað sem ég get gert til að breyta. Þetta líka ábending að skoða smáatriði. Það getur átt við ef að þú ert að fara að skrifa undir eitthvað, kaupa eða selja, að tékka á smáatriðunum áður en þú lýkur einhverju ákveðnu ferli, áður en nýja ferli byrjar, og gefa þér umfram allt tíma og sýna sjálfu þér þolinmæði. Það getur jafnvel virst eins og hlutir gangi aftur og bak stundum. Þá bara að vera rólegur. Framtíðin hérna í þessu fallega græna spili og það eitthvað spennandi sem býður þín handan með engið eða akurinn. Þannig að framtíðin bankar upp á núna á næstu dögum, lok mánaðar, mánaðamót. Við skulum sjá bara með fleiri spilum hvort að það þú sem ert að gera einhver plön eða hvort að þetta sé eitthvað sem kemur til þín óvænt. Mér finnst það líklegra. Og þá það spilin sem ég ætlaði að fara að draga áðan fyrir þig. Já. Annaðhvort ert að láta þig dreyma fallegt heimilislíf, fallegt tilfinningalíf, góða líðan með öðrum, eða þú ert staddur þar í þeirri hringiðu. Þetta svona bæði og. Þetta getur verið þínir draumar, þetta getur líka bara verið þín líðan núna. Að þú sért búin að ná einhverju svona tilfinningalegu hámarki þar sem að þú átt allt sem þú óskar þér. Hvað sem það þýðir fyrir þig. Það getur verið fallegt heimili, ástrík fjölskylda, efnisleg velgengni, bara tilfinningaleg vellíðan kannski bara það sem að þú hefur þráð. Eitthvað gott allavega sem að í núinu og verður líklega áfram. Það læðast að þér hugsanir að missa þetta góða sem þú hefur. Láttu ekki hugsanirnar hlaupa með þig í gönur. Það aftur komið inn á þolinmæðina sem kom hérna upp áðan, þó hlutirnir séu að gerast hægt fyrir þinn smekk. Leyfðu þeim að gerast á þeirra eigin hraða. Þú ert pínulítið í vörn, sem eiginlega óþörf vegna þess að þú ert í það góðri stöðu að þú þarft ekkert að óttast að missa eitthvað sem þú hefur. Þú ert í raun og veru í kjör aðstæðu til að láta drauma þína rætast í góðum tíma, á góðum tíma. Þetta stendur frammi fyrir vali sem að tengist öllum þessum tilfinningaskala sem vorum að tala hérna áðan
það að hafa allt til alls og þessa miklu vellíðan. Þú getur staðið í þeim sporum að þurfa að velja á milli tveggja einstaklinga, tveggja sambanda, eða eitthvað sem að þú hefur mikla ástríðu fyrir. Afsakið. Já, eskurnar, ég biðst velvirðingar á þessu. Það var bara hringt í mig hérna í miðju kafi. Maður getur alltaf átt von á því þegar maður gleymir að slökkva á símanum. Heyriði, það var annað sem gerðist líka þegar ég stóð upp til að taka þetta símtal. Aðeins að rétta ykkur af hérna. Það var það að ég fann spil sem hafði dottið á gólfið þegar ég var að stokka og við leyfum því að fljóta hérna með spilunum ykkar. Ég var að tala að því væri að fara að velja á milli tveggja hluta, tveggja sambanda, eitthvað slíkt. Það veldur ykkur hugarangri, vissulega, kvíða og jafnvel svefnlausum nóttum, en spilin sem vildi fá að koma hérna með gefur fyrirheit það að þið komist í gegnum þetta eins og allt annað sem þið hafi komist í gegnum í þessu lífi, eða undanfarið skulum við segja kannski, í sumar. Þið hafið þurft að ganga í gegnum erfiðari hluti. Og þetta val sýnist mér aðalega bara að vera fólkið í því hvort þið ætlaði að fylgja hjartan ykkar eða skynseminni, höfðinu. Þannig að það er aðalega bara spurning það. Látum okkur aðeins sjá meira. Já, búið að vera mikið tilfinningar rót hjá ykkur og þið sportdrekar eru nú ekkert með smá djúpar tilfinningar. Það hefur pirrað ykkur svolítið að sjá ekki hlutina skýrt, en það er nefnilega þannig þegar að tunglorkan er í gangi eins og virðist vera búið að vera hérna undanfari hjá ykkur, þá er svolítið eins og sé hulu greyið fyrir augun á okkur og við sjáum ekki það sem er framundan. Við verðum bara að treysta á innsæið, taka skrefið að þess að vita alla hluti 100% og taka útkomunni eins og hún er. Oftast nær miklu við hlutina fyrir okkur og haldum að þeir séu verri að þeir eru. En framundan er svona tími þar sem að tilfinningarnar ykkar verða kannski ekki alveg í jafnvægi. Það er tímabundið og það er mjög mikilvægt fyrir ykkur að einblína á það sem þið hafið. Allt sem að þið hafið gott í ykkar lífi, alla góða sem þið eigið að, og það að horfa sífellt tilbaka með eftirsjá og sorg er ekki að gagnast ykkur mjög vel, en ég sé marga ykkar gera það engu að síður, kæru sportdrekar. Bara segja hlutina alveg svo þeir eru. Framtíðin er hins vegar að koma með óvænta skemmtilega hluti inn, þannig að þið megið alveg láta ykkur laka til. Já, sko þið kæru sportdrekar viljið hafa hlutina á hreinu. Þið þolið ekki þegar það er svona vesen í kringum ykkur eða á öðru fólki sem er ykkur tengt. Þið viljið svolítið bara hafa hlutina slétta og felda. En stundum bara tekur lífið okkur völdin og
þið þurfið svolítið að glíma við hluti. Ef til vill þið bara að glíma við ykkur sjálfa. Kíkja á þetta spil hérna. Sportdrekar kærir. Það svona smá vesen. Þetta getur verið samkeppni. Það svona hver að ota sínum tota hérna og reyna að komast sem hæst og sem næst einhverju takmarki. Þannig svolítið svona tilfinningastaðan eða þín svona innri barátta akkurat núna. Umhverfið svolítið stíft og hart og ósveigjanlegt þar sem þið eruð að fást við. Þið getið verið að fást við ósveigjanlegar manneskjur, kannski sem að gæti verið yfirmaður ykkar eða haft einhvers konar völd í ykkar lífi. Kannski maki sem að fullur þvermóðsku eða eitthvað slíkt og munið bara máltæki betra að bogna en að brotna. Ok. Þið viljið gjarnan kasta frá ykkur þessu veseni sem ég kalla, þessum erfiðleikum, þessum verkefnum sem að þið þurfið að glíma við en hafi kannski ekki orku eða tíma til að sinna. Þið myndu gjarnan vilja kasta þeim bara frá ykkur, leyfa einhverjum öðrum að sjá þau. En mér sýnist, kæru sportdrekar, eins og þið kastið hlutunum ekki frá ykkur nema með því að leysa þá, ef þið skiljið hvað ég á við. Þetta eru hlutir sem að ganga ekki upp, sem að hverfa ekki, sem að verða bara ykkar fylgifiskur þangað til þið horfist í augu við þá og leysið þá, skerið á hnúta eða komið með málamiðlanir eða sættir sem að þið kannski sjáuð ekki alveg í augnablikinu. En það verður ekkert langt í það að þetta leysist því að þið eru komnir, kæru sportdrekar, og loka sprettinn með svo margt hérna. Þannig að þegar haustið gengur í garð þá sýnist mér nú að þið sjáuð fyrir endan á þessu. Mikill kraftur og mikill eldur hérna í ykkur, kæru sportdrekar. Ef þið hafið verið að óska eftir samskiptum, betri samskiptum eða blíðari byr varðandi mannesku, þá sýnist mér að það leysist með því að þið gefið þeirri mannesku bara svolítið space, leyfið henni að leysa málin með því rými sem að hún þarf. Þið getið verið til staðar og aðstoðað, en þetta manneskja sem lætur ekki stjórnast með sig. Þetta gæti verið kona í ykkar lífi eða manneskja sem með þessa sterku kvennorku og þetta fer allt saman vel. Það að segja bæði fyrir hana og fyrir ykkur. Lífið stundum bara fullt af verkefnum, verður ekki hjá þér komist og þýðir ekki að hlaupast undan þeim. Ég ætla að draga eitt aukaspil hérna að auki fyrir lokaspilið. Það stundum svolítið riski að taka þetta aukaspil. Það flækir stundum stöðuna en oftast það nú til góðs. Til að bara sjá aðeins hvað málið með þessa stafadrottningu þarna sem að þið eruð í samskiptum við. Hún gæti táknað ykkur sjálfa, kæru sportdrekar, þó þið séu vatnsmerki. Það er ekkert klippt eða skorið með það. Þetta gæti verið bara
þið að öðlast aftur þennan eld, þennan kraft sem að er svolítið að fara í þetta mál sem að þið eru að sinna í dag, sem að er svolítið að bögga ykkur. En hér að auki fáið þið riddarann sjálfan, bikarriddarinn. Einhvers konar tilboð, tækifæri, gjöf, falleg samskipti. Einhver gæti verið á biðilsbuxum, einhver gæti verið að falast eftir nánari kynnum. Nú ef það eru þið, þá bara óska ég ykkur til hamingju með það, kæru sportdrekar. Þetta er vissulega vatnsriddari sem er vatnsmerki eins og þið. Og elddrottning og vatnsriddari er svolítið varasöm samsetning, en gengur samt sem áður alveg upp. Og eins og ég segi, það er ekkert 100% með þessi element og þessi merki. Ég er nú bara að lesa þetta svona eftir sem ég sé þetta hérna. Hann virkar svolítið sjálfsöruggur, þessi ungi maður, með rósirnar sínar. Þegar ég segi sjálfsöruggur þá meina ég bara það að hann er ekkert endilega viss um að hann þurfa að vera eitthvað fínn í tauginu eða klæddur á einhvern ákveðinn hátt. Hann er bara hann sjálfur, frekar bara frjálslegur í fasi og lætur hestinn bara bíða á meðan hann stígur inn og reynir að sjarmera manneskjuna sem að fyrir framan hann er. Þetta getur verið vissulega atvinnutækifæri líka eða einhvers konar tilboð eitthvað tilfinningatengt. Drottningin allavega er bara næg sjálfri sér. Hún brosir sínu blíðasta, fagnar og leyfir eldinum sínum að skína. Og ég held að það sé nákvæmlega það sem að er að draga þennan riddara að henni. Þannig að útkoman er nú ekki slæm. Ég óska ykkur bara alls hins besta með þetta. Kæru sportdrekar, hvoru hlutverkinu sem þið eruð í þarna, gefandanum eða viðtakandanum. En lögnin ykkar að öðru leyti gefur til kynna að þetta verður ekki alveg þrautalaust. En hvað er það svo sem? Ef þið eru með eitthvað tímabil í huga, vil ég fá svar varðandi tímasetningu. Og fáið hérna spil sem segir óþekkt eða ekki vitað. Ok, 1 enn. Já, going to take a while. Þetta á eftir að taka smá tíma. Það er þolinmæðin sem að tala í tvígang hérna áðan. Gefið þessu þann tíma sem að þarf og ekki ýta á eftir. Og svo er það hérna já eða nei svar eða einhver staðar þar á milli. Einhver spurning sem þið hafið. Gæti verið, segir hérna. Gæti orðið, mögulegt. Og síðan er það stórt, fallegt já. Gæti tekið svolítinn tíma, greinilega. Ok. Já, kæru sportdrekar, þetta er spennandi. Minn ykkur hérna á þemaspilið ykkar að sleppa og leyfa hlutunum að gerast. Með leiðu þið sleppið og þá fáið þið ósk ykkar uppfyllta. Þá vil ég bara þakka ykkur fyrir kæru sportdrekar og afsakið aftur truflunina hérna áðan. Ég vona að restin af sumrinu verði falleg og góð og að þið náið þessu takmarki ykkar
í einu og öllu. Takk fyrir ljós og kærleikur.